hækki mér helvitið Já, ég skil þetta ekki Akkur ég kom með þristi Nú veit ég ekki, vorum við ekki örugglega konum með bettan aftur Jú, sprettan í þarna, flott maður Held ég, það Pingjan sem hilsar Ennið þriðjudaginn Já Og nú er farin að koma reynsla á áskriftina maður Já Þetta svaka klúbbur Þetta klúbbur Pingjubandalagið Já Pingjubandalagið club Nei, það kannski bara bandalagið Það hljómar svo mikið svona eins og eitthvað svona Illuminati shit sko, bara svona Pingjubandalagið Pingjubandalagið, þetta er svona sem fer fram í kublum og Það er sterkt Fyrir mig ekki að breyta því í klubb hérna frá Hvað ef þú værir að sitja okkur sem einhvern áfengistrykk hvaða prósentu gefur okkur? Er þetta ekki elefantinn hérna danski? 7%? Nei, er hann ekki 10%? Ég væri bara að sjá okkur sem reyna að spýra 80 Nó, já, þú sagði bjór sko Ég veit hvað við erum Það sagði drikk Bara drikk Já. Við erum eins og stró, við erum góður í kaffið Ég er ekki aðdáandi að stróinu sko Ekki heldur, en það er samt gott í kaffið Fyrir þá sem drekka, þeim finnst það gott í kaffið Það var eitthvað við það að bæta Það var eins og þú var að fara að segja eitthvað mér Sorry, síminn er búin að hringja ekki stress Búin að vera hálfa áhuga laus hérna inn í þessa byrjun Ég byrst afhverjum Nýbúinn hérna, kvóta áramóti hjá þér Já, ég er að vinna úr þessu Herriði, kæru hlustendur Dohop, fyrirtæki dagsins Do the hop, do the ska Og þetta er alveg ferlega Áhugavert skemmtilegt og áhugavert fyrirtæki Þetta er ákveðið svona fyrirbæri, myndi ég segja Þetta er einhvern veginn ennþá hálfpartinn sprota fyrirtæki en eða svona það er eiginlega ótrúlega víbrur yfir þessu búið að vera í 18 ár núna og já, ég eiginlega bara veit ekki hvað skal segja þetta mun alltaf koma allt fram hérna núna sko en það er, þú veist, þetta er 18 ára gamalt félag já og hann er hérna stofnandinn Frosti Sigurjóns sem að varð síðar held ég frægastu fyrir að fara á þing fyrir Framsókn, en það ekki? Sko hann var líka, maður sjá þú er sennilega betur með þetta á hreinu heldur en ég en ég veit allavega sko hann hefur nú komið víða við Já, hann er svona hann er í kringum þess að startup menningu Jú, hann var á þingi frá 2013 til 16 Já, 2013 til 16 og það segir hérna á Wikipedia síðunni He has had prominent roles in various Icelandic companies Hann var sko fjármálastjóri Marel og ég held að Marel sko frá 93 til 96 fór ekki Marel að marka 93 Heyrðu, hann var chair of the board hjá CCP 99 til 2005 Svo var hann forstjóri Origo, eða nýherja eins og hétt þá Svo er hann eiginlega sko frumstofnandi en samt meðstofnandi Dohop sem við erum að tala um hinn dag og svo Datamarket þjóðlega hann búin að vera yfir við kólan hvernig fjandanum datanum hefur að fara á þing Já, ég bara örgulega búið með allt annað Það er fyrir betra, segja með það ekki þegar þú missir svona prominent menn út í pólitík Sko Marel fer á marka 92 þannig að hann tekur þetta við 93 og þú veist, er í rauninni fjármála stýra þarna Marel þegar þau eru á markaði Þetta er áhugavert ferill hjá kallinum en svo stofnar hann 2004 hérna Dohop, flugleitarvélina Do the hop Já, hún fer í rauninni fyrst í loftið árið 2005 og þetta er náttúrulega margverðlaunuð hérna flugleitarvél Já Vann sko, hún var valin besta flugleitarvél í heimi á World Travel Awards 2014, 16, 17 og 18 Stórkostlu síðan Já, og hérna, þú veist og svo einhvern veginn, veit ég ekki þú veist, svo kom COVID og eitthvað en þetta er af hverju hefur þetta aldrei orðið bara svona heimsfenómenon eins og hérna Erum við með einhverja persónulega sögur? Ég hef náttúrulega notað Dohop bara örgulega frá því bara var tvítugur eitthvað sko Ég held að flesta mína sögur í síðslegum þáttum er alltaf þegar ég var á þessu bara með þess að vera að koma heim að mingla með einhverju útlendinga USA, Íslandingur Noregur vorum að panta okkur flug eitthvert innan Evrópu, manni ekki, vorum að fara til Mílan eða eitthvað þannig að skiptinóminu á tískusýningu og ég mættur á Dohop og það er allir aðra á kajak að spyrja hvað er þú að gera og ég er að spyrja hina hvað er þið að gera og þá fattaði ég ekki að Dohop var ekki fyrsta og eina flugleitavélin í heiminum Nei, þetta er svo fyndið að þetta eru tvær fyrstu í heiminum stofnar sama ár og fá fjárfestingu þarna 2007 báðar nema munurinn var sá að sko kajak færi alveg þarna margfalt stærri en ekki Dohop bara frá einhverju svona breskum
bara einhverjur örfáar 20 miljóna bara einhverjir bændur á einhverjum pub líka Nei, ég segi það nú ekki Nei Herri, ég alveg með fjárfestingarsöguna og stökk á beint í það Það hérna, sko, 2008 frá fjárfestingu frá nýsköpunarsjóði atvinnulífsins hérna heima Já, þetta í ríkiseigu náttúrulega, að einhverju liti Já, þegar þú segir það Ríkið maður það Erum við ekki með eitthvað bara svona Eitthvað svona sérstakkan betta fyrir ríkið Já Svona eitthvað Nei, ég veit hvað við erum með Nei, ekki þetta Nei, jésús Þetta Já, allt í ríkisígu Já, það er rétt Nei, en hérna, ef við tölum aðeins aftur um þetta Og ég var með það hérna Og því ég hef aldrei áttað mig almennilega á því Af hverju dúhopp ekki bara nota af öllum í heiminum Já Og það sagði hérna einhvers staðar í frétt Að í grunninn hefur dúhopp alltaf einblítt á lágfargjaldaflugfélögin Og svo semst að króla eða vera með flugupplýsingar þeirra Á sinni síðu Á meðan að mér sýndist að kajak strategían þeirra var bara fókusir á kana Og svo ætlaði Arnar að segja eitthvað sniðugt síðan á eftir En kæru vinir, til þess að hlusta á það og restina af þessu þætti Þá minnum við bara á partus.is/pingjan Allir ársreikningaþættir eru í áskrift hjá okkur Ekki spurning Fyrir litla 1490 krónur þá ferðu þú inn á partus.is/pingjan Og hlusta á restina af þessu þætti Njóti vel Joina the force of pingjubandalagir Sértu velkomin Stjórnmálaflokkur fyrir síðgæðinga Sammála því